tilfinningin núna tæpum sólarhring síðan? Það var alltaf komið, já. Þetta er eins og í gær og maður var svona pínu handan orða bara og erfitt að svona ná utanum þetta og allt það og skilju, þetta er bara pínu ennþá þannig. Þetta er einhvern svona, já, og bara hvað er að gerast og hvernig þetta, og einhvern veginn bara loksins og allt það, en bara þetta gerir líka bara fyrir fólkið eins og þið sjáu hérna og bara hvernig við skilju, við erum aftur, það reyndist ekkert að tala um það, við erum að reisa bæðin við í ágætis mótbyr og bara gott að fá í titil. Já, og Næsta titilinn. Já, þetta hjálpar alveg 100% sko, í öllu því og og vonandi að skilju, fólk og allir ráðamenn og allir sem að reyna að stýra þessu að sjá hvað þetta gerir bara fyrir samfélagið okkar og í þeirri verkferð að reisa bæjarfélagið við aftur og bara, já, þetta er miklu stærra en bara einhver dolla, sko. Þannig að þetta er óbáslega fallegt og skemmtilegt að taka þátt í þessu. Þið hafið mjög lengi alla tíðina nánast verið með gríðarlegan stuðning en það var kannski ekki hægt að gera ráð fyrir að hann yrði jafnvel svona mikill miðað við ástandi í bæjarfélaginu þegar meirihluti bæjarbúa býr einhvers staðar annars staðar. Já, algjörlega, en skilju, þetta er það sem að sameinar skilju samfélagið og hefur gert síðustu 2-3 ár og fólk kemur hingað og hittist og skilju, knúsa hvert annað og þetta er svona sameiningartákn fyrir bæjarfélagið, þannig að, já, og hefur verið í langan tíma, þannig að frá rýmingu, þannig að þetta er geggjað. Ég veit þú ert bjassinn á Endurreisn, en hversu bjassinn ertu á Endurreisn bæjarfélagsins? Skilur, bara eins mikið og ég get orðið, þannig að skilur, við munum reisa bæjarfélagið við aftur, það er klárt og koma heim og bara hér hefur verið blómlegt og fallegt og bara skemmtilegt að vera, þannig eins og mögulega ekkert eins og var, en við munum finna einhverja endingu og einhverja lausn á þeim málum. Bara örstutt leikinn í gær, þetta var náttúrulega alveg magnaður leikur hjá okkur og var kannski gott eftir á að mæta með aðrar væntingar inn í leikinn með 2 lykilmenn meidda. Já og nei, skilur, við náttúrulega bara lögum þetta upp með að sko, hvað við segja, við ætlum að láta þá vinna okkur, við ætlum ekkert að leggjast niður og byrjum vel og þetta bara er lín, eins og ég sagði á hann, ég er ekki ennþá búin að ná utanum þetta að við höfum tekið þetta að gera og bara óbærslega stoltur af liðinu og öllum og bara, skilju, þetta var geggjað. Já, til hamingju. Takk. Við erum með hann Ólaf Ólafsson. Sumir segja að svona eftir hann leik í gerð, þú hafi bara verið lukkutrölli fyrir utan, er það rétt? Ég veit það ekki. En svona í fullur í alvöru, hvernig þetta var ekki auðvelt að vera fyrir utan? Nei, mjög erfitt og það er meira að segja erfiðar að vera á hliðarlínunni og geta ekki haft áhrif á leikinn en þeir sýndu það bara enn og aftur þessir strákar sem ég er með í liði að hversu miklir töffarar þeir eru, sko. Bara svo Arnór sem dæmi, hann hefur spilað 50 sekúndur í allir úrslitakeppninni og kemur svo bara inn og er bara eitthvað skrýmsli. Raggi og Unnsteinn búin að vera geggjaðir, Nökkur kemur inn og Æseyja Valur bara og voru einhvern veginn bara að fylgja eftir kraftinum í Park og Tjörður Sambúl, þannig að bara fullt kredit á það lið og við erum bara, eins og margir minn að segja, við sem ekki minn og djúpan bekk, við erum bara með gauðra sem að geta spilað bara í öllum liðum í deildinni, þannig að við erum bara einstaklega heppnir með þessa drengi og já, bara vonandi verða þar áfram. Og skemmtileg stemming hérna degi síðar, fögnuður hjá ykkar fólki? Já, mjög gaman. Með ykkar fólki? Ja, með okkar fólki, ég bara var svona, maður fekk pínur ryk í augun þegar maður keyrði inn á Víkurbrautina og bjóst alls ekki með svona mikið af fólki en bara, já, enn og aftur bara hvað samfélagið er geggjað hérna og þetta er bara eitt skref í rétta átt til þess að halda áfram að byggja þetta upp og við þurfum að gera það og eins og Jóhann sagði, þótt að sé verið að blása aðeins á móti okkur og þá þurfum við bara að stíga upp á móti og berjast fyrir okkar réttindum og
eitthvað til þess að fá líf aftur í bæinn. Ertu bjartsýnn á að það muni ganga betur eða heldur en svona, já þið eru búin að vera í smá mótvindi hafið þið sagt, gagnvart ríkisvaldinu og opinberum aðilum. Ertu bjartsýnn á að þetta muni ganga vel? Ég vona það bara sunnilega því að þetta er svo fallegt og yndislegt samfélag sem við áttum og eigum þótt við séum ekki öll á þessum stað sem við erum í dag. Bara vona innilega að allir vilji koma aftur og halda áfram bara að byggja upp bara eitt stærsta og sterkasta bæjarfélag sem var. Og við erum búin að gera það, taka eitthvað rétt skref í áttina eins og Jón sagði. Þetta er bara málmur sem við komum með og það þýðir gríðarlega mikið fyrir bæinn og við erum bara áfram gakk og höldum áfram bara slást fyrir okkar og eins og við segjum, við bara gefumst ekkert upp og höldum alltaf áfram. Ætlar Óli að halda áfram eða ekki? Jú, Þetta er ekki alvarleg meiðsl sem þú varst að díla við það? Ég braut á mér ristina með að hlaupa bara tilbaka en ég næmi bara því og meðan fólk er ekki að vera að tala að ég er hætta þá held ég áfram og mér finnst ég bara eiga fullt erindi áfram ennþá í efstu deild á Íslandi sko. Glæsilegt, til hamingju. Takk. Jæja Sandra, þetta var eitthvað. Þetta var risasigur og þetta var fyrir stefna. Ég ætla að fara að segja, þetta er nú fyrir einhverja, ekki bara þá sem eru hérna megin. Nei, alls ekki sko og ég bara eiginlega trúi sig ekki ennþá og ég sé hann bara fyrir mér í gær þegar hann var að fagna með okkur. Hann er kannski hjálpað til í andlegum stuðningi í liðinu í gær. Algjörlega og bara í öllum heimaleikjum, maður sá hann alltaf fyrir fram á sig og ég talaði oft við hann. Ég segi Stebbi, nú þú að hjálpa okkur. Það? Já. Og í gær, þetta var stórkostlegt. Þetta var svakaleg upplifun í gær, þessi leikur. Já, mjög. Hvaða áhrif heldur þetta hafi svona á samfélagið í Grindavík? Bara mjög gott. Ég held sko að þetta lyftir upp sko bara andrúmsloftið hérna í bænum og við fáum bara meira fólk og þessi íþróttafélag hérna, þetta er bara geggjað. Nú hafið þið fyrirtæki og hjónin verið rosa duglega að styðja við Grindavík og sótt leikina þó að Stebbi hafi náttúrulega verið manna duglegastu við það. Þú lítur að vera ánægð að sjá svona, þið hefði lagt mikið stuðning og randa fleiri fyrirtæki hérna í þetta að horfa síðan á árangurinn kom. Já, og ég finn líka hvað fólk er að þakka sko mig fyrir ég segi, þið ekki þakka mig, þetta er bara við öll. Þetta er ekki bara Einam og Seafood, við erum öll að styðja við þetta frábæra lið. Og hvernig hefur núna undanfarna vikur og mánuði gengið svona eins og með reksturinn og annað? Finnst þér þetta að vera að breytast eitthvað frá því fyrst svona að þið byrjuðu eða þið hefur náttúrulega aldrei hægt? Nei, þetta er bara allt óbreytt. Já, þetta er bara óbreytt? Já, og bara árið fyrir var besta árið okkar, þó að það var erfitt. Já. Núna lendir hann í mótjólaslysi í febrúar og svo fellur hann frá í ágúst, þannig að ég segi bara, ég bara hélt áfram. Vel gert og hérna... Og svo á ég líka svo gott starfsfólk sem hefur aðstofað hann alveg gífurlega. Þannig að þetta eru góðu tímar núna? Góðu tímar. Nú er bara allt upp á leið. Til hamingju. Já, takk fyrir. Takk. Hvernig var að fylgjast með þessu svona, þú sem gamall meistari með Grindavík og annað, þetta tók á taugarnar? Sko, þessi leikur í gær var náttúrulega bara eitthvað einstakt sko. Þannig ekki, ég sko horfi mikið á körfuboltaleiki sko, en nokkuð pottrólur yfir þessu. Þetta var með fyrsta skipti sem ég horf á körfuboltaleik, sem að ég svona missi mig eða bara pínu yfir sko frammistöðu eins leikmanns og Grindavíkur liðsins. Það var eiginlega bara svona gæsahúðar frammistaða sem átti sér stað í gær. Það var eitthvað ótrúlegt. Þetta var Pargó á mestu leyti og svona minni spámennir. Það er eiginlega hægt að segja að leika sig með það þannig. Já, sko, það komið fleiri að þessu. Minni spámenn léku bara svo stórt hlutverk sko. Sko frammistaða frá Arnóri með það sem undan hefur gengið og svo er náttúrulega þessi frammistaða frá Pargó og svo allir bara stíga upp og setja þessi skot og bara svona heildar frammistaða bara frá öllum þjálfarateyminu, hvernig þeir undirbúa leikmenn fyrir leikinn og allt þetta. Það var svona allt einhvern veginn sem að bara kikkaði inn og það varð úr bara einhver, ég veit það ekki sko, það er svo erfitt að lýsa bara hvað gerðist í gær sko. Það var bara eitthvað Láta gerast.
Já, örugglega eitthvað svoleiðis, sko. En þetta var eitthvað ótrúlegt, sko. Smá koks hjá stólunum líka. Skrifum þetta aðeins á þá líka. Fyrir að hleypa þessu upp í eitthvað svona vitleysu, sko. En þessi frammistaða frá þessu Grindavíkurliði í gær, þetta var rosalegt. Heldur þetta hafi góð áhrif á menninguna og braginn að fólk vilji koma aftur í Grindavík? Já, svona aukalega bara. Ég held að körfuboltinn, sko, við erum að tala um að hann hefur haft bara ótrúlega góð áhrif á allt sem að tengist Grindavík. Við erum mikið talað um þetta að halda körfuboltanum lifandi og hann var spilað í Smáranum þegar að fólk var einhverstaðar annars staðar og það var að hitta sig í Smáranum og eitthvað svona og það er alveg, sko, mikið hrós á þeir sem hafa stjórnað körfuboltanum, stjórnin og sjálfboðaliða sem hafa verið í kringum þetta, sko, bara eiga að fá okkur að, sko, sérstaka orðu bara fyrir að hafa haldið þessu gangandi og bara frábært starf og þetta, svo fá hann að titil náttúrulega bara vítamínsbrauta ofan á það, sko. En ég er, sko, þó að titilin er ekki komið, sko, þá hefur þetta fólk náttúrulega bara staðið sér frábærlega, sko. Jón Emil og Gerður, hversu stórt er þetta fyrir Grindavík að verða Íslandsmeistari? Þetta er mjög stórt fyrir samfélagi Grindavík. Þetta bara skiptir öllu máli. Ertu þá að tala ég meina ekki bara að þetta sé besta körfuboltalið í Íslandi, heldur gagnvart svona móralnum endurreisninni? Já, ég er eiginlega mest að tala um það. Fyrir bæinn og fyrir bæjarbúa og auðvitað náttúrulega þetta besta körfuboltalið á Íslandi. Hvað sýndi sér? Ertu sammála þessu, Jón Emil? Já, algjörlega. Þetta er bara búið að halda, þetta er verið svona límið í öllu núna bara undanfarin ár. Þannig að þetta er það sem að Grindvíkingar hafa hist. Þið hafið verið, heyra. Grindavík hefur alltaf haft mjög góða stuðningsmenn sem hafa fyllt liðinu mjög mikið. Já, það hefur bara alltaf verið. Við erum bara Grindvíkingar. Við erum Grindvíkingar. Bara inn að beini. Haldið þetta hafi áhrif á svona, á menninguna að þú veist að þetta hjálpi einhverjum að taka ákvarðanir og koma heim. Þetta var svolítið djúpt. Já, ég held það. Já, ég er alveg viss að mér var svolítið áberandi, sko, að sjá unglingana, krakkana og unglingana. Það vildu allir vera Grindvíkingar, sko. Það er bara rosaleg. Þannig að það er Þetta heldur ég á börnunum líka saman, sko. Þetta gerir það. En þið voru duglega að fara á leikina, allan þú? Já. Ég fór á alla heimaleikina, ég fór ekki á útileikina. Já, þú fórst norður? Allt. Hvernig var að fara norður og heyra það 5 mínútur í leik að það vantaði 2 lykilmenn? Það var ákveðið hrun, maður svona eiginlega, að því ég var svo samfélag að myndi vinna þetta. Og svo kom svona eitthvað svona högg og maður verið að hugsa, sko, þú veist, ok, ég vona að þetta fari ekki illa. En svo þegar maður sá bara stemminguna í liðinu eiginlega strax, sko, það var bara Arnór koma og blokka þessa gauðra og svona, þá var þetta komið, sko. Þetta var rosalega kraftur í þessu og bara búin á því heima líka. Alveg ríkar. Það er mikið með þetta. Takk fyrir. Hvað segja Grindvíkingar þegar svona gerist í hörku baráttu á ýmsum stöðum, þá verða þær Íslandsmeistarar í körfubolta? Þetta er bara algjörlega sturlað, algjörlega. Ég held að það hjálpa okkur bara í baráttunni sem er framöndan. Hún er búin að vera, nokkuð erfið. Já, það eru svona, við erum búin að sigra nokkur ljón á veginum og við erum eftir að sigra nokkur til viðbótar, held ég, sko. Já, en þú heldur að þetta hafi svona góð áhrif og svona að fólk verður að hugsa, jú, við getum endurheimt allavega að stóna hluta af sveitafélaginu aftur í hvaða mynd sem það er. Að sjálfsögum, við bara höfum trú allan tíman eins og við höfðum í gær í rauninni. Og mér finnst það svo merkilegt, sko, að við kunnum svo vel að takast á við áföll eins og við sáum hann í gær þegar þessi 3 byrjunarliðsleikmenn voru úti. En þá bara þéttum við raðirnar og tökum þetta kassan. En hvernig er svona tónninn í þér svona eftir kosningar og með framhaldi? Herru, ég er bara bjartsýn. Ég ætla bara að leyfa mér að vera það. Ég held að þetta allt saman hjálpar okkur, samfélagið stendur saman. Við erum súr núna út í Þórgöllu og þetta útspil þeirra að hætta með gistináttasamningana og vera skipuleggi eitthvað íður í dagatal fyrir okkur. En við þurfum bara að þétta ræðirnar og takast á við þetta. Þú bjartsýn á það muni ganga vel? Já, ég er bjartsýn og ég er búin að vera bjartsýn allan tíman. Við þurfum að vera þolinmóð en já, ég er bjartsýn.
Hvernig verður að starfa í bæjarstjórn núna á þessum tíma? Já, það verður bara, þetta mikil áskorun og verkefnin eru ærin en 7 bæjarfulltrúar leggjast allir á árarnar. Búið að mynda nýjan meirihluta? Nei, það ekki búið. Í vinslu? Það í vinslu, já, það í vinslu. Þess vegna að það gangi hrætt og vel fyrir sig? Já, ég er bjartsýn á það. Við erum svo sem bara, þessi málefni voru öll bara svipuð og ég held að það verði ekki neitt vandamál. Á sjálfsögðu vinnum við bara líka öll saman 7 en við myndum samt sem áður meirihluta. Íslandsmeistara 2026 Grindavík á svið. Gott fólk, eins og Bogi frændi minn segir, gott fólk. Það óbærslega fallegt og flott að sjá ykkur öll komin hér að fagna þessu með okkur. Það ströggl að vinna fyrir norðan á virkum degi. Það bara þannig. En hingað erum við samankomin að fagna þeim stóra. Sumir segja loksins og allt það, en þetta hefur verið undanfarið 3 ár frá rýmingu hefur þetta verið fallegt að taka þátt í þessu og hvernig liðið og liðin, bæði kalla og kannaliðin hafa sameinað samfélagið og loksins þá fáum við eitthvað út úr þessu og það þessi fallegi málmur hér en í stóra sammynginu þetta miklu stærra. Við erum að reyna að reisa við bæjarfélagið okkar og við erum að reyna að koma aftur heim í miklu mótbyr og allt það, en þetta gefur okkur helling að í þessari baráttu að reyna að snúa þessu við og reisa þetta fallega bæjarfélag við aftur og bara til hamingju þið og til hamingju við öll. Takk fyrir okkur og við sjáumst á laugardaginn.